í Breiðholti, boltinn rúllar enn. Já, Óli, komið að loka spretti riðlakeppni fjórðu deildarinnar. Hvernig hefur svona sumarið verið hjá KB í stuttum máli? Þetta hefur verið fínt bara. Við höfum verið svolítið óheppnir en við höfum klárað það sem við höfum átt að klára og verður spennandi lokakafli. Það er ennþá möguleiki, það verður ennþá í sjans með að komast í úrslitakeppnina. Já, við þurfum svolítið að treysta á KFS, að þeir klári sitt og að við klárum okkar. Þá getur allt gerst. Gæti orðið skemmtilegur lokadagur. Náttúrulega, já, nýjir menn sem komu þarna í glugganum og nokkur andlit sem að leiknismenn kannast nú vel við. Já, við vorum orðnir svolítið fámennir í sumar, þannig að það var flott að fá nýja menn inn. Þannig að við verðum með hörkulið í lokaleikjunum. Svo náttúrulega, eins og gengur að gerist með KB, það eru náttúrulega ungi strákar búinir að fá að spila. Þeir eru ekki búin að standa sig vel, þessi strákar sem hafa komið úr öðrum flokki? Jú, mjög. Þeir hafa komið inn og fengið bara hlutverk hjá okkur og þeir hafa bara sýnt því og skilaði vel og ég held að þeir hafi þroskast mjög mikið hjá okkur í sumar bara. Að hafa svona, já, varalið, þetta skiptir máli og er plús? Algjörlega, það er náttúrulega Leiknir búið að eiga gott sumar þannig að það væri frábært ef KB myndi fylgja með og fara upp í þriðju deild. En það er kannski svolítið langsótt í dag en það ætti klárlega að vera stefnan hjá KB. Og það er bara næsti leikur á fimmtudaginn og hvetum við ekki fólk til að mæta og sjá liðið? Jó, klárlega. Þetta er spilað í Fagralundi, Kópavogi, kl. 20 og við erum að spila skemmtilega fótbolta. Það er að gera að koma og kíkja á okkur og styðja strákana. Komið Brasilíumaður hérna í fremstu víglínu, þannig að það verður smá samband að þar? Já, hann er að sína flotta takta í byrjun. Það er gaman að fylgjast með honum og sýnist hann bara smell passa inn í liðið. Það er náttúrulega bara ekkert annað en sigur sem kemur til greina á fimmtudag. Bara 3 stig, ekkert annað.